Já, komið í sæl, Gunnar Helgason hér, heilsar ykkur úr bókabúðu Forlagsins á þessum COVID-tímum. Heyrðu, ég er búinn að skrifa nokkra barnabækur og er með eina nýja í ár, en býðum við. Hérna eru það svona það sem ég skrifa á síðar árum, fótboltabækurnar vantar eindir eina, gula spjaldi í Gautaborg, hún er því miður ófáanleg, allavega hjá mér, ég veit ekki, kannski er hún einhvers staðar til. Og svo kemur mamma Klikk og pappi prófessor Amma best að tekja í dýruna og svo er það Draumaþjófurinn. Hún kom í fyrra og fékk svona líka hrikalega góða dóma og var tilnefnd til einhverja verðlauna og svona. Þannig að ég ákvað að skrifa framhaldið. Barnaræningjan. Þið verðið að segja nafnið svona sko. Barnaræningin. Þannig að þetta er rosalega spennubók. Hún sver sér náttúrulega í ætt við Draumaþjófinn, en hún er aðeins meira spennandi og aðeins fyndnari. Það kom nýr persóna sem mér fannst svo ógeðslega fyndin og sjáðu, ég fyrir bara að brosa að hugsa hana. Þannig að nú best að lesa eitthvað úr þessari bók. Jæja, þá er komin tími á að lesa úr barnaræningjanum. Þetta er aðeins svo afslappað einhvern veginn. Vegna þess að þetta er spennubók, sko. Hérna. Sko, barnaræningin er framhald af Draumaþjófunum. Í Draumaþjófunum þá þurfti Eirdís að gera uppreist gegn mömmu sinni og ljúfi barnaræningja og sendi þau í útlegð á Matarfjallið. Í þessari bók þá er Eirdís ennþá foringinn, en nú berast hræðilega fréttir af Matarfjallinu þar sem að ljúfur og Skugöltönn er að gera allt vitlaust. Þannig að Eirdís sendir björgunarsveit upp á Matarfjallið til að hjálpa rottunum þar. En síðan ákveður hún að fara sjálf á eftir björgunarsveitinni og reyna að hjálpa líka og leita að pabba sínum í leiðinni. Og hvernig ferðast rottur borgina? Í holræsunum, niðri í rörunum sem eru undir borginni. 4. kafli. Stærsta tilraun allra tíma. Barnaræningin stóð hátt upp í hlíðum Matarfjallsins og naut þess að sjá sólina setjast í logandi hafið handan við borgina. Myrkrið var hans tími. Á meðan mávarnir sváfu gat hann falið börnin þar sem hann vildi. Allt hafði gengið á óskum. Allt hafði farið nákvæmlega eins og hann og tilraunarotturnar höfðu planað. Þær höfðu ákveðið að gera stærstu tilraun allra tíma. Tilraunina, hvernig nær rotta stjórn á heilu samfélagi. Ljúfur barnaræningi hafði átt hugmyndina og með einni setningu hafði hann sannfært hinar tilraunarotturnar. Mín kenning er þessi. Stjórnaðu matnum og þá stjórnaðu rottunum. Og tilraunin snerist að sanna eða afsanna þessa kenningu. Það var ekkert smá mál að stjórna matnum í Matarfjallinu af því að það var svo mikið af honum og það kom nýr skammtur á hverjum degi með ótal ruslabílum eða matarsendingabílum eins og Ljúfur kallaði þá. Þetta hafði tekið tímann sinn og það var ekki fyrr en Ljúfur hafði hugkvæmst að nota gamalt ráð. Að hlutinni fóru að ganga betur. Ráð sem hann hafði fundið upp á þegar að leitin að bátarottunum stóð sem hæst í Hafnarlandi. Og það var að ræna börnum. Það var alveg merkilegt hvað rottum þótti vænt þessar litlu gagnslausu verur sem voru kallaðar börn. Ljúfur hafði alltaf haft óþol fyrir börnum. Alveg frá því að hann kynntist henni óþolandi Eirdísi þegar hún var ungi. Það eina sem var gaman og skemmtilegt við börn var að veiða þau. Hann hristi pokann sinn og leit á hinar tilraunarotturnar. 6 hvítar tilraunarottur sem iðuðu í skinninu af veiðigleði. Sólin settist og veiðarnar gátu hafist. Krakkar, komið að borða.
þetta er pínu creepy.